Þess ber að geta strax að við erum að taka upp fyrirlesturinn. Hann ekki í beinu streymi en þetta á upptöku. Þetta bara klukkutíma, já, ég bið ykkur endilega að setja símana á silent, en þess að þetta bara klukkutíma fundur, þá vindum okkur bara beint í erindi. Við erum með 3 fyrirlestra eða fyrirlesara, hvert með sitt efnið, samtengt þó, og svo förum við í pallborð og endum á spurningum úr sal, þannig að ef það eitthvað sem brennur á okkur, þá skulið endilega punkta það hjá okkur. Sjálfur heiti ég Helgi Eilífur Þorvaldsson og starfsmaður Landbúnaðarháskóla Íslands. En fyrstur á svið Jóhannes Sveinbjörnsson, dósent við Landbúnaðarháskóla Íslands, og hann ætlar aðeins að fara yfir áskoranir og tækifæri. Tengt fæðuöryggi, gjörðu svo vel. Já, fundarstjóri og gott fundafólk. Gaman að sjá svona marga samankomna til að spá í fæðuöryggi. Ég hef kannski, svo sem engin sérfræðingur í fæðuöryggi, nema ég hef bara unnið að 2 verkefnum núna fyrir 3-4 árum síðan sem að Landbúnaðarháskólinn tók að sér, og það var annars vegar skýrsla sem við tókum saman fæðuöryggi á Íslandi, svona stöðuna, og aðalega hvað við værum að framleiða mikið af okkar fæðu sjálf, og það þetta fæðu sjálfstæði, má segja, og síðan var í framhaldinu verkefni sem að var þarna, þetta sem þarna hægra megin, skýrsla sem að þá aðgerðir til að auka fæðuöryggi Íslands, tillögur það í einhverjum 17 liðum. En ég ætla að byrja áður en ég segja aðeins meira frá þessum verkefnum að bara skilgreina hlutina aðeins, svona í upphafi. Hvað fæðuöryggi? Þetta svona þessi alþjóðlega skilgreining frá FAO sem að segir að fæðuöryggi til staðar þegar allt fólk hefur ávallt raunverulegan og efnahagslegan aðgang að nægum, öruggum og næringarríkum matvælum til að uppfylla næringar þeirra sína með frjálsu fæðuvali til að geta lifa virku og heilsusamlegu lífi. Og sem sagt, fæðuöryggi á ensku það food security. Svo annað hugtak sem að food safety sem að við köllum hérna matvælaöryggi. Þetta svolítið verið að rugla þessum hugtökum saman í umræðunni. Kannski hefðu við átt að nota eitthvað ólíkara fyrir þetta sem við köllum matvælaöryggi, en þetta svona, það hversu örugg matvæli eru til neyslu. Og það mikilvægur hluti af fæðuöryggi. Það hvort það séu fæðubornir sjúkdómar hætt á þeim og allt hvernig staðið þeim málum. Svo þetta sem við köllum fæðu sjálfstæði landa, segja food independency á ensku, að það getan til þess að framleiða innanlands frá fæðu sem að dugir til að uppfylla þarfir viðkomandi þjóðar. Það hægt að reikna sem sagt getuna, svo hægt að reikna hvernig þetta í raun, og þá erum við farin að reikna þetta sem við köllum sjálfsafla hlutfall eða food self-sufficiency fyrir þá, já, mögulega bara alla fæðu eða fyrir einstaka fæðuflokka. Og það var það sem vorum að gera í þessari fyrri skýrslu þarna. Á alþjóðavísu til ýmsir mælikvarðar á fæðuöryggi, og sá sem hefur kannski mest verið notaður það sem að kallast Global Food Security Index. Vísu Ísland ekki með í þessu. Það svona smæstu þjóðirnar ekki komnar hann inn. Það verið ykkur 111 þjóðir síðast þegar ég kíkti, og þessi kvarði, það hægt að samt læra heilmikið á honum og skoða hvernig til dæmis lönd sem líkjast okkur þarna. Og ég dró kassa í kringum Norðurlandaþjóðirnar, og þessi dálkurinn lengst til vinstri, að það heildarmatið, það sem búið að vega saman þessar 4 stóðir sem sem sagt þá þarna síðan með við, og það í fyrsta lagi hvort að fólk hefur efni á mat. Það þá tekjustig viðkomandi landi, ójöfnuður, matvæla aðstoð, hvernig þessu háttað. Öðru lagi til nóg af mat, það þá þetta með frambóðið, sjálfsafla hlutfallið og líka þá innflutningin einhverjar neyðarástafanir gerðar til þess að búa sig undir hörmungar einhverjar. Og síðan þriðji liðurinn, það þá meira matvælaöryggið plús þá næringargildið, maturinn öruggur til neyslu og næringaríkur og fjölbreyttur. Og svo í 4. lagi auðlindirnar öruggar með hliðsjón af framtíðar fæðuöryggi. Það þá vatnið og það
það hafið, það jarðvegurinn, landbúnaðarlandið, sem þá lykillinn að framtíðar fæðuöryggi. Og Norðurlandaþjóðirnar þær standa vel þarna, Finnland á toppnum í heildinni, eða hefur verið það, var það þarna þegar við kíktum síðast. Og Noregur ofarlega líka í heildinni, en það aðeins mismunandi eftir flokkum hvar þau standa. Við myndum sjálfsagt vera þokkalega ofarlega, Íslendingar. Svo ágætt að horfa á fæðukerfin. Það hugtak sem að mikið talað sko, að það sem sagt fæðukerfið, það runni þarna neðan til á myndinni, það runni fæðukerfið, það byrjar á framboði, frumframleiðslu, svo það stöðuleiki í framleiðslu afhendingu og síðan það þá þegar innflutningurinn bætist við, efnistegt aðgengi, hvernig framboðskeiðurnar eru, efnahagslegt aðgengi fyrir fólk almennt, fæðu kaupmáttur og síðan nýting, öryggi, gæði, næringargildi. Og síðan þarna ofan til að þá eru allar þessar drifbreytur sem að verka á fæðukerfið. Það lýðheilsa, það eins og þegar kemur upp svona eins og COVID-19, það hafði áhrif á ýmislegt í sambandi við dreifingu matvæla til dæmis, auðlindirnar, nýsköpun og tækni, pólitík og efnahagur að sjálfsögðu, lýðfræðin, hvernig dreifingin og fólksfjölgunin, aldurssamsetningin og svo félagslegir og menningarlegir þættir. Hérna bara svona mynd aðeins af því hvernig staðan var þarna þegar við skoðum þetta. Þetta annars vegar dýraafurðir hægra megin og svo plöntuafurðir vinstra megin. Og það hafði orðið svo þróun þarna á síðasta áratugurinn frá 2009 til 2019 að það hafði minnkað sjálfsafla hlutfallið í hvoru tveggja úr 56% í grænmetinu niður í 43 og 98 niður í 90 kjötinu. Og egg og mjólk svona þarna voru allavega svona næstu í 100%. En þetta samt heilmikil framleiðsla og Ísland sem sagt eina landið í heiminum sem að hefur umtalsverða landbúnaðarframleiðslu norðan ákveðna línu sem þessi rauðan á myndinni. Það svokölluð 10 gráða jafnhitalína fyrir júlí. Fyrir sunnanan hlýrra en 10 gráður í júlí og norðanana kaldara. Þessi lína liggur í gegnum Íslandi, hún liggur miklu norðar í Skandinavíu, hún liggur meðfram ströndum þar. Já, það kannski ekki mörg lönd fyrir norðan þessi línu sem en það samt, þetta samt eitthvað til að vera stolt af. Við hömpum því. En af hverju erum við samt svona öflug í þessu? Það við erum eyþjóð miðju Atlantshafið, þannig að þetta auðvitað bara mikið öryggismál. Það bara númer 1. Þetta fæðuöryggi, heitir fæðuöryggi af því þetta öryggismál. Og aðstæður þar fyrir utan ágætlega hagstæðar fyrir vissa framleiðslu. Það framleiðsla með grasbítum, hún ágætlega hagstæð hér. Gott að rækta gras hér og ýmislegt fleira. Svo höfum við jarðhita og raforku, þannig að það hægt að vera hérna með grænmetisframleiðslu með umhverfisvænum orkugjöfum til aðstoðar við sólarljósið. Svo það svona gæða ímyndin bara að við teljum okkur vera að framleiða góðar vörur og það þá stemming fyrir að framleiða og kaupa þær. Gott næringargildi og matvælaöryggi ekki síður mikilvægt í því og svo njótu þess að vera stór útflutningssjóð í fiski, áli og fleiri og eru þess með gott flutningakerfi. Þannig að við getum getum þá flutt aðföng með því og það sem við getum ekki framleitt. Það auðvitað miklu auðveldara að flytja og geyma þurrt fóður og fæðu heldur en til dæmis kjöt, mjólk og grænmeti. Þannig að við erum ágætlega sett að geta framleitt þessar vörur sem þurfa að vera svona framleittar helst nálægt neyslustaðnum en flytjum svo hitt inn að nokkur leyti. Hérna svona aðeins hvernig aðfangaskortur hefði mismunandi sterk og fljót áhrif á greinarnar. Þetta rauða dálkurinn, það eldsneyti, það hefði mjög snögg áhrif á alla greinar ef það eldsneyti skortur. Og kannski það bara stærsta áhyggjuefnið að við höfum litla birgðir eldsneyti í landinu. Og svo náttúrulega fóður, sérstaklega fyrir alifugla og svínakjöti og eggjaframleiðsluna og einhver liti mjólkurframleiðsluna. Og þá kannski frekar áburður fyrir
grasræktargreinarnar og garðyrkjuna sem svona ber að passa upp á. Svona að lokum að þá fæðuöryggi sem sagt fyrst og fremst öryggismál og hluti af þjóðaröryggi, ekki skammtíma eða hendistefnupólitík. Við þurfum kannski aðeins að reyna að breyta því hvernig við horfum á það, að við séum ekki bara að tala þetta svona stundum heldur alltaf. Og þessi fæðuöryggisverkefni sem að Landbúnaðarháskólinn hefur unnið fyrir ráðuneytinu, þau hafa komið inn í svolítið áhugaverða tíma þegar hafa verið áskoranir varðandi fæðuöryggi og stuðningur, svona ýmislegt sem ætti að taka mið af fæðuöryggi, að það náttúrulega stuðningur við landbúnað, allur ramminn í kringum landbúnaðinn, viðskiptareglur og matvælastefna. Þetta þarf alltaf að laga sjónarmið fæðuöryggi, svo þetta gert, en þarf stöðugt að minna á. Og minni líka á það að fæðusjálfstæði þetta einna mikilvægastu þáttum fæðuöryggis, kannski ásamt svona góðum viðskiptaháttum og möguleikum og matvælaörygginu síðan. En fæðusjálfstæði verður þetta best stutt með því að búa þeim búgreinum sem annar borður raunþar stunda hérlendis góð skilyrði. Já, takk fyrir. Já, takk fyrir þetta, Jóhannes, og næstur það þá Ólafur Ögmundsson frá næringarfræðideild Háskóla Íslands og hann ætlar að segja okkur frá áhugaverðu verkefni sem verið að vinna að. Takk fyrir. Já, ég heiti Ólafur Ögmundsson og hérna dósent við matvæla- og næringarfræðideild Háskóla Íslands. Ég veit ekki hvernig þið byrjuðu daginn ykkar en ég var semst í viðtali í morgun sem gerist nú ekki dagsdaglega og ég var spurður, þurfum við að hafa áhyggjur? Það var klukkan 7:30. En við skulum aðeins skoða hvernig staðan og sem sagt, ég ætla aðeins að leiða ykkur í gegnum verkefni sem að, já, við erum með hérna í gangi og við erum að vinna fyrir matvælaráðuneytið tillögur að neyðarbirgði matvæla og svona til að gefa ykkur smá upplýsingar bakgrunninn að þetta sem sagt byggir á vinnuhóp sem að skilaði skýrslu árið 2022 og svona til þess að líka aðeins að setja okkur upp í vegg þá ætlum við að skila þessari skýrslu núna í lok júní á þessu ári. En markmiðið að móta tillögur að tegundum og magni neyðarbirgða og við erum sem sagt að fókusera á þau matvæli sem eru flutt inn. Vegna þess að í okkar vinnu þá munum við gera ráð fyrir því að innlend framleiðsla haldist gangandi að einhverju leyti. Þannig að við erum að hugsa þetta sem flutt inn og þetta til samræmis það sem að önnur lönd að gera í kringum okkur, eins og á Norðurlöndunum. Miðað við sem sagt 900 kaloríur annars vegar sem eru hungumark og hins vegar 1800 kaloríur þegar við erum að reikna út næringarþörfina. Þetta bara til þess að sjá magnið af matvælum sem við þurfum að hafa sem sagt í birgðum miðað við þessar þessar kaloríutölur. Áætlaður tími á rofi á aðfangakeðjum eru sem sagt 7 dagar, 3 vikur, 3 og svo annars vegar 6 mánuðir. Ég ætla aðeins að fara betur í þetta ætla að neyðarbirgði ríkisins með áherslu á innflutt matvæli fyrir gefin tímabil og eftir og gefa ykkur dæmi. En sem sagt, við erum líka að skoða og munum koma með ábendingar sem sagt innlenda matvælaframleiðslu og tillögur á aukningu þar sem við teljum að þörf sé á aukningu á innlendri matvælaframleiðslu. Og svo munum við líka þá með þessum 7 daga upplýsingum hvaða matvæli við ættum að hafa heima hjá okkur þá sem sagt fyrir okkur og okkar fjölskyldur til að duga í alltaf 7 daga. Neyðarbirgðirnar verða metnar sem sagt út frá næringarþörfum landsmanna og eins og sjáðu í fleirtölu og einnig út frá lágmarksnæringarþörfum sem verður byggt á aldurssamsetningu þjóðarinnar og sem sagt líka kynjahlutfalli og það verður tekið sérstakt tillit til viðkvæmra hópa, svo sem ungbarna og aldraðra og þetta þá til dæmis þáttur sem þarf að endurskoða mjög reglulega vegna þess að við vitum að sem sagt hlutfall eldra fólks að aukast og þá þarf að taka mið af því í þessum neyðarbirgðum.
En varðandi sem sagt innfluttu neyðarbirgðir sem ætti að, já, og við munum leggja áherslu sérstaka á í okkar vinnu, vegna þess að já, það bæði matvælaöryggi og náttúrulega fæðuöryggi sem við erum að horfa á, vegna þess að það sem við náttúrulega þurfum að velta fyrir okkur, og það er gott að Jóhannes einmitt kom með þetta dæmum eins og við varðandi matvælaöryggi, að við þurfum að hugsa út í það matvæli sem hægt að geyma í alltaf 6 mánuði. Þannig að það verði ekki þessi bara við séum ekki að horfa upp á að mjölið verði maðkað og allt slíkt. Þess vegna erum við að horfa á kornvöru fyrst og fremst, ásamt linsum og baunum. Vítamín eitthvað sem við þurfum líka náttúrulega að taka tillit til í okkar ráðleggingum, og barnamat og þurrmat, og þá sérfæði ungbarna og einstaklinga með fæðuofnæmi. Þannig að þið getið ímyndað ykkur, og bara ef við gengjum á röðun og spurðum hver staðan þá náttúrulega þetta mjög fjölbreytt, en við ætlum samt að, eins og segi, koma með þetta í lok júnímánaðar. Dæmum neyðarbirgðir ríkja og einstakra vöruflokka, þá sjáum við þá höfum við verið að skoða meðal annars Finnland, Noreg, Sviss, Þýskaland og Eistland. Kannski bara til að benda á eins og með Eistland, þá bara annað, það sem sagt tilbúin þurrvara, tilbúin, vegna þess að þeir gera einfaldlega ráð fyrir því að heimilin standi það vel að þeir geti sinnt innlendir matvælaframleiðslu á þessu tímabili. Við náttúrulega búum ekki alveg það jafn vel, en ég samt mjög feginn að Finnland og Sviss leggja áherslu á kaffi. Það mun kannski skila sér í skýrsluna hjá okkur. Gott. Það einhverju sammála, en eins og við sjáum þá þetta ansi fjölbreytt, hvað löndin að koma og leggja fram sem tillögur að neyðarbirgðum hjá sér. Ef við skoðum dæmum neyðarbirgðir heimila, þá þetta, ef ég man rétt, miðað við einstakling í annars vegar 3 daga og hins vegar í 7 daga, og við erum að tala Finnland vinstra megin og Svíþjóð hægra megin, og þetta náttúrulega mjög misjafnt. Hvernig þetta mun líta út fyrir Ísland, þá erum við að, já, þetta bara vinna sem í gangi, og við tökum gjarnan að sjálfsögðu við ábendingum og hugmyndum í okkar vinnu. Svona til þess að ljúka minni framsögu, þá erum við að vinna úr gögnum. Það svona ákveðin á vondri íslensku challenge að komast yfir öll þessi gögn og sjá hvað flutt inn og út og eftir ástíðum, og við þurfum að taka tillit til fjölda ferðamanna og hverjum tíma fyrir sig. Munum við gera það bara sem meðaltali yfir árið, eða hvernig, það eitthvað sem við munum þurfa að taka ákvörðun einmitt að áætla næringarþarfir landsmanna út frá eftir aldri, kyni og sérþörfum, og greina hversu mikið af næringarþörf innlend framleiðsla getur fullnægt, og þá einmitt komum með ráðleggingar hvað við ættum að auka, hvar við ættum að leggja áherslu á að auka innlenda matvælaframleiðslu, og komum með ráðleggingar heildarmagn mismunandi fæðuflokka með tilliti til sérfæðis og viðkvæmra hópa. Svo lokið á mér, en ég ekki að fara að gera þetta og ekki að gera þetta einn, en hérna kollega mínir sem eru að vinna þetta með okkur, og Sigurður Eyþórsson fulltrúi matvælaráðuneytisins í þessari vinnu. Takk fyrir. Já, takk kærlega fyrir þetta, og þá næstur á svið Torfi Jóhannesson frá Nordic Insight. Hann hefur komið ansi víða við, meðal annars skrifstofustjóri hjá Norrænu ráðherranefndinu og margt fleira, en hann ætlar að fara yfir svona alþjóðlega samhengið þess. Gjörðu svo vel, Torfi. Svona var þetta komið í sæl, gott að vera með ykkur. Gott að koma til Íslands, ég bý í Kaupnöfn, festist þar allavega tímabundið, en kom í gærkvöldi, og hef komið að umræðum fæðuöryggi og bæði í norrænu samstarfi og í samstarfi Eystrasaltsríkja síðustu árin. Það mikil umræða þetta, og kannski erum við bæði að tala fæði, við erum líka að tala það sem getur kallað, Svíar tala totalforsvar, það segja heildarvarnir, eða samfélagslegan viðnámsþrótt
í þessari heildarmynd. Og auðvitað geopólitíkin þetta ótrúlega tíma sem við lifum á núna þessar vikurnar, að við sjáum hvað að gerast, hvernig Bandaríkin svolítið taka skref tilbaka og Rússland svolítið skref fram og við einhvern veginn svolítið á milli. Þannig að það er áhugavert að vera hérna á þessum tíma með ykkur. Ég ætla líka að spyrja hvað fæðuöryggi. Ég ekki með neina skilgreiningu, Jóhannes var með hana, en sko við meinum oft mjög ólíkt með því þegar við tölum fæðuöryggi. Stundum erum við bara að tala það að svelta ekki, að við deyjum ekki úr hungri og stundum hefur það virkilega verið vandamál í Evrópu og líka á Íslandi. Það getur líka verið að hafa nóg orku á próteinum, við getum borðað fiskimjöl og smjörlíki, við getum borðað havra, við myndum lifa lengi á því. Það getur verið að hafa nóg af góðum og hollum mat, eða þann mat sem maður vill. Ef maður er vegan, þá kannski vill maður ekki hafa mikið kjöt í fæðinu sinni. Maður þarf efna á matnum, það ekki allir sem hafa efna á góðum mat. Og það getur líka verið bara það að sé tómar hillur í búðunum. Eða salatið sé ferskt. Ég átti fundi í gær með fulltrúum úr grænlenska landbúnaðarráðuneytinu og það er það svolítið vandamál bara að er ferskvara og það deyr enginn þó sé ekki ferskvara en það var áhrif á lífsgæði. Það var áhrif á það hvort að ungt fólk sjáu núk fyrir sér sem áhugaverðan stað að búa og þar með hefur það áhrif á hvernig þjóðin lítur á sig, hvernig þjóðin byggir sig upp, hvort það sé ferskt salat alla daga í búðunum. Þannig að fæðuöryggi getur þýtt margt og hér myndur seinna stríði í Danmörku þá var matvörum skammtað vegna þess að það var ekki nóg, matvörum hafa líka skammtað á Íslandi en það var aðalega því að við áttum ekki gjaldeyri. Og það er ekki lengra en í lok 19. aldar, 1866 til 68 að síðasta stóra hungursneyðin í Evrópu átti sér stað í Finnlandi. Tæplega 200.000 manns dóu úr hungri og vissulega dó fólk líka úr hungri í kringum bæði fyrra stríð og seinna stríð en þá var svona kannski meira með vitund og vilja en þarna var það bara algjörlega óvart og þetta auðvitað hefur litað Finnland sem land og alla pólitík í Finnlandi löngu eftir það. Finnland er svolítið sérstætt, ég kem inn á það eftir. Þannig að við vitum alveg að biðraðir eftir brauði er eitthvað sem að getur skapað samfélagslega óró. Hluti af ástæðunni fyrir því að Sovétríkin liðuðust í sundur, það var að það vantaði mat, fólk voruði leitt á bifreiðum. Þannig að við viljum ekki endilega egg og rjómi sem munaðar. Hugsaðu líka það hvaða tryggingar við kaupum. Ég veit ekki með ykkur, ég er með bílinn minn í kaskó, þetta er gamall bíl, ég fer ekki út á hausinn, börnum minni hafa ekki að svelta þó hann eðilgist. Ég er með þess að mér hjólið mitt í kaskó, ekki kaskó en það er hluti heimilistryggingu. Og af hverju? Það var bara vegna þess að ekki það allt fari rúst þó þetta gerist, en það er vegna þess að ég vil geta haldið áfram að lifa því lífi sem ég lifi. Og það viljum við líka. Við viljum ekki að tiltölulega vægar truflanir í samgöngum eða heimsmarkaði leiði til þess að við einhvern veginn sem komin algjörlega upp að vegg. Við þurfum að fara að betla hjá nágrunum og banka upp á og spyrja eigið þið smá sykurálnangur eða smá brauð. Af því að okkur liður ekki vel. Við viljum geta staðið sem sjálfstæð þjóð í sjálfstæðu landi. Og alveg saman með það, þess vegna erum við með tryggingar á bílunum okkar vegna þess að við nennum ekki vera þessi frændin sem bankar upp og fara að lána bíl hjá nágrannanum vegna þess að bíll aðeins er skemmdur. Við viljum bara geta keypt okkur nýjan bíl og lifað áfram okkar lífi. Ég er með sögmyndi Jóhannes, það var ekki það sama, þetta var útrúlega skemmtileg mynd. Sama lína, ég ólst upp fyrir norðan þessa línu, bý núna fyrir sunnan hana, það er kannski ekki tilviljun. En tökum eftir í hvaða lönd, hvaða svæði liggja fyrir norðanlínuna, það er ekki margt. Og Ísland er eina indó-evrópska þjóðin sem er eða fyrir norðan þessa línu. Það er líka áhugavert. En það eru sérstakar aðstæður í Íslandi. Við höfum enga ávexti, sykur, matarolíu, hveiti, hafra, rúg, soja eða maís. Mjög lítið að byggja. Okkur vantar líka eldivið. Það er reynda komið svolítið að trjám sem betur fer. Við verðum að fekka þeim hér í Reykjavík, það er allt í lagi. Við lifum það af. En við vissulega skiptir það máli fyrir þessa heild hérna að við værum með vel af góðan skó. Við getum til dæmis bara soðið sjó til að búið til salt. Við höfum heldur ekki kol eða olíu eða raunveruleg steinefni. Við höfum engar alþjóðlegar raforkutengingar og það er veikleiki. Við erum með mjög lokað og viðkvæmt raforkukerfi.
En við erum hins vegar hluti af alþjóðlegum tollabandalögum, við erum hluti af WTO, EES, við erum hluti af NATO en við erum ekki hluti af ESB en við fáum sem betur við mest af því öryggi sem þar í gegnum EES-samningin. Ísland er það sem við myndum kalla afstekt en aðgengilegt. Ég vil bara aðeins útskýra það og ég bara tek þetta allt upp hérna. Berum okkur saman við Finnland, við gerum það oft. Sjáum hvernig að þó Ísland liggi langt í burtu, þá eru góðar samgöngur á sjó að landinu. Það er mjög góðar samgöngur líka á lofti. Þannig Ísland blokkarast ekki mjög auðveldlega. Norðurlandi kannski út af ísundum, við veitum það, en ef við erum með góðar hafnir, bæði fyrir sunnarlandið og vestarlandið, og við getum siglt bæði frá vestri, austri, norðri og söðri. Horfum á Finnland í staðinn, þar sem Helsingi er höfuðborgin lengst inn í Fiskaflóa, gömlu Sovétríkin sikkur megin við, Rússland blokkarar öðrum megin frá og Eystrasaltið hinum megin, vissulega landbrúið til Svíþjóðar, hún er bara langt í norðri og ekki sérlega góð. Þannig að það er mjög eðlilegt að Finnum líði illa að vera að loka svona langt inn í þessum flóa sem líka verið ísilagður. Alveg saman að segja Svíþjóð. Svíþjóð er eyja í flugmiðslegu tilliti. Meira en 80% af öllum vörum sem komið til Svíþjóð komið sjóleiðina. Það er bara miklu erfæri sjóleið þannig séð heldur en til Íslands. Þannig að þetta er ákveðið styrkur sem við höfum og við skulum ekki lítið á því. Við erum líka netto útflytjandi matvæla. Við erum með, og það eru Finnar ekki, það eru margar þjóðir sem eru það ekki. Þannig að, og það er það sem við höfum, að við vitum alltaf að það er dálítið mikið af fiski þarna. Við erum líka með fiskeldi að það byggir á innfluttu fóðri, en vissulega það er samt betra og oftast auðveldar að flytja inn þurrt fóður heldur en að flytja inn dýraprótein. Þannig að þetta er líka mikil styrkur sem við höfum að hafa fiskinn. Einu sem þurfum bara að hafa áhyggjur af það erum við með nóg olíu til þess að veiða þennan fisk. Vegna þess að ef olíubirgðirnar klárast og það klárast á örfáum vikum hjá okkur, þá getum við ekki veitt þennan fisk. Og við getum heldur ekki siglt með hann á markað og við getum heldur ekki flutt vöru tilbaka til okkur. Þess vegna er alveg ótrúlegt að Ísland sé ekki með 6 mánaða birgðir af olíu. Það er alveg, mér finnst mjög óþægileg tilhugsun. Hvað getur gerst? Ótal margt getur gerst. Það getur verið stríð nálægt okkur eða fjarr okkur. Það getur verið truflanir samgöngum, Súezskorðurinn getur lokast, Panama-skorðurinn getur lokast, alls konar hlutir. Það getur verið viðskiptaþvinganir. Við sjáum nú bara Bandaríkin ógna Dönum til dæmis núna. Það getur verið heimsfaraldrar í fólki, í dýrum, í plöntum. Alvarlegur sveppafaraldur í soja í Brasilíu myndi hafa verulega mikil áhrif á kjúklingaframleiðslu í Íslandi og líka fiskeldi. Það er fullt sem við ráðum ekki við. Náttúruhamfarir hér eða þar, hryðjuverk vissulega. Við sjáum hvað er að gerast núna nánast vikulega í Eystrasaltið þar sem er verið að klippa þér sundur fjarskiptastrengi og rammastrengi. Þetta er bara þessi raunveruleiki sem við búum í. Það eru skammtíma áföll. Þar getur hjálpað að vera með neyðarbirgðir, heimilanna eða atvinnuvegana. Og svo langtíma áföll þar skiptir kannski meira mál að vera með gott kerfi, góð viðskiptasambönd, góða vini, vissulega, og gott landbúnaðarland. Höfum líka huga, við þurfum að kortleggja virðiskeðjur. Það er alltaf gott að framleiða eitthvað inn í landinu en flest allt sem við framleiðum þarf aðföng sem einhvers staðar koma frá og koma frá mörgum stöðum. Og það getur verið mjög mikið kostur að vera búin að kortleggja þetta og átta sig á því ef eitthvað lokast, hvað gerum við þá? Hvernig ætlum við þá að tala við? Því heimurinn er stór, það má flytja inn vörur frá mörgum stöðum og þetta er bara svona dæmi auðvitað er þetta miklu flóknara, þannig að það þarf mörg lönd til þess að framleiða 1 lítra mjólk á Íslandi. Það er meira en bara bóndi á Norðurlandi, það þarf halvan heiminn. It takes a village. Og hér er svona aðeins vangaveltur bara hvernig tryggjum við fæðuöryggi og þetta er ekki bara með Ísland, þetta við öll lönd að horfa þetta saman. Það er eigin framleiðsla, hún er mikilvæg, en það er ekkert land sem klárar sig algjörlega eigin framleiðslu. Við þurfum landbúnaðarland. Ísland er með eina frjálslyndustu löggjöf sem ég þekki til í Evrópu eignarhald, kaup og sölu á landbúnaðarlandi. Það er búið að fleygja því núna þess að Trump hefur bóðst að kaupa Grænland, það er ekki hægt að Grænland er ekki til sölu. Meira hluti Íslands sem er til sölu. Það.
það þarf ekki annan að stofna fyrirtæki á Evrópska efnahagssvæðinu og koma sér með peningarnas Trump, þá getur hann keypt meirihluta Íslands. Það er ekkert sem kemur í veg fyrir það. Og það er fólk sem er að þessu núna. Trygg aðföng, að við vitum hvaða hlutirnir koma, að við þekkjum leiðirnar og svo viðbragðsáætlanir. Þjóð sem framleiðir svona mikið af mat, en er svona sérstök með það að þurfa líka að flytja svona mikið inn. Hún þarf áætlanir það hvernig aðlögum við, hvernig lendum við án þess að brotlenda. Og svo ýmiss konar neðarbyrðir. Ég er með olíu í stórum stöðum, en líka rafmagn. Við erum mjög háð rafmagni og það er ekki alveg, ég er ekki alveg alltaf örgur það hversu vel við stöndum þar. Internet hefur svolítið í umræðinni. Við getum ekki keypt eða selt neitt innanlands nema senda greiðslurnar til útlanda fyrst. Öll greiðslumiðlun fer í gegnum útland og við erum með 4 sæstrengi. Það er vissulega veikleiki. Þannig að höfum við huga að það er allt sveigjanlegt. Við getum breytt neyslu, við getum breytt framleiðslu og við getum flutt frá öðrum, en þegar áfallið kemur þá getum við verið sent að gera ráðstafanir, að breyta til. Í Svíþjóð þar tala mér mikið um N-1 þegar kemur orkuöryggi og fara að breyða það út til fleiri, og það þýðir að þeir vilja að orkukerfið sé þannig að stærsta virkjunin á hverjum tíma getur dottið út án þess að allt fari í rúst. Það er þetta N-1, að geti eitt dottið út. Og það held ég að segja hvað sem við getum hugsað með fleiri mikilvæga innviði eins og heilbrigðiskerfi, að geta eitt sjúkrahús dottið út, að einn sæstrengur dett út, að stærsta höfnin okkar dett út, að stærsti flugvöllurinn okkar dett út. Hvernig stæðum við ef að Keflavíkurflugvöllur dett út? Er ekki líka þessar litlu olíubirgðir sem við eigum þeim veginn? Held að. Þannig þetta er svona ákveðin æfing, og gleymum því ekki að eitt sem er mjög mikilvægt núna, það eru upplýsingar og fjölmiðlar, að allir geti treyst því sem þeir lesa eða fá að vita. Við getum ekki treyst samfélagsmiðlum, þannig að það að hafa góðan fjölmiðil sem við getum treyst þegar að kreppan kemur, það er alveg ótrúlega mikilvægt. Þannig að traust og félagsauður, það er eitthvað sem er kannski ekki síður mikilvægt heldur en nákvæmlega hvað framlöfum. Þetta var sem ég ætlaði að enda. Þakka fyrir og hlakka til ræða. Við þakkum kærlega fyrir stórfróðleg erindi og þá ætlum við að færa okkur yfir í pallborð. Þá ætlum að dvelja í því í svona 30 mínútur og gefa orðið laust, og við bjóðum til leiks hérna fyrst með Margréti Gísladóttur, framkvæmdastjóra Samtaka fyrirtækja í landbúnaði, gjörðu svo vel, og síðan Sigurður Eyþórsson, sérfræðing landbúnaðarmála hjá Matvælaráðuneytinu, sem heitir nú í dag, hvað? Það er ekki fyrir 1. mars, það er gott. Ég man hvað þetta heitir. Þið með endilega að koma bara hérna aðeins nær og þið dreifið úr ykkur. Þið skulle endilega punkta hjá ykkur spurningar, og meðan í man þá er kaffiveitingar hérna þegar við ljúkum okkur af 3:30 til þess að við getum haldið spjallinu þess áfram. Það var nú hugmyndin. Og vonandi er þetta svona fyrsta skrefið í átt að stærra samtali þar sem að fleiri koma að. Þetta var mjög stuttur aðdragandi að þessu. Þetta eru svona 10 dagar, 2 vikur í mesta lagi. Þannig að við vorum einmitt að bölva þessum kynjahlutföllum hérna hjá okkur, og Torfi stakk upp á að ég ekki kom í einhverju bleiku eða kjól, og ég tek þetta til mín fyrir næsta fund ef okkur tekst ekki betur til. En já, ég var búinn að fara yfir það er takki undir á mikrofóninum, kveikjaðu honum til þess að það heyrist í ykkur. En mér langar að kannski bara byrja að varpa fram þessari spurningu eftir að hlusta á þessi erindi. Jóhannes fer yfir skýrslur sem hafa verið skrifaðar, fæðuöryggi á Íslandi og aðgerðir til þess að auka fæðuöryggi á Íslandi. Það er komið inn á þetta í bleikum ökrum, aðgerðar aukna kornrækt á Íslandi. Það er verið að fara yfir, eins og Ólafur Ögmunds fór yfir, næringafræðilega hlutan. Torfi Jóhannesson hefur nýlega skilað af sér skýrslu. Þannig að mér langar að kannski spyrja bara fyrst Sigurð, sem að ég tek fram að stökk hérna inn alveg bara á síðustu mínútunum því að Kolbeinn Árnason hafði afboðað sig. Hvar stöndum við og hvar eru svona kannski næstu skref? Er verið að ræða eitthvað innan ráðuneytisins svona einhverjar aðgerðir?
Getið skipt eða? Já, takk fyrir. Ég þakka sömuleiðis fyrir erindin hérna á undan. Og eins og þar kom nú meðal hans fram, þá nú búið að vera að vinna ýmis gögn í kringum þetta hugtök. Það nú ekki mjög mörg ár frá því að þegar var minnst á fæðuöryggi, þá töldum við það nú ekki skipta miklu máli í íslensku samhengi, en sú stað gjörbreytt. Því að áhuginn á þessu meiri bæði hér og líka erlendis, ekki síst á Norðurlöndunum. Norðurlöndin hafa áhuga á því að vinna meira saman í því, kannski reyndar ekki síst Finnar sem eru nú hvað öruggastir eins og kom fram hérna í Jóhannes áðan. En þeir hafa reynslu á áföllum og þeir eru með yfirþyrmandir nágranna sem oft eru áhyggjur af, en þeir hafa verið að beita sér fyrir meiri samvinnu Norðurlandanna á þessu sviði og það vinnigangi varandi það. En það liggja auðvitað fyrir ákveðnar tillögur í vinnu Jóhannesar og eins og Ólafur lýsti hér áðan þá þau að vinna fyrir okkur ákveðna tillögu að neyðarbirgðum sem síðan þarf stjórnvöld þurfa þá náttúrulega að taka afstöðu til hvort menn vilja sætta sig við að vilja fara út í það. Finnarnir til dæmis eru að horfa á þetta meira með því að vinna saman með fyrirtækjum á markaði. Þeir byrjuðum kannski meira á því að hafa þetta á beinu forræði ríkisins, en það reyndist kannski ekki alltaf vel, en þeim finnst líka að skipta máli að bara koma þessum hugsunarhætti inn í samfélagið í heild. Fyrirtæki séu líka að hugsa þetta og þau séu svona svolítið að gera ráð fyrir því. Þannig að það þróun í gangi, en ég vel líka að taka undir það sem Torfi og fleiri hafa sagt. Ég held að ef við ætlum að gera eitthvað eitt strax, þá það að tryggja bara lágmarksbirgðir eldsneyti, af því það svo mikill áhrif þáttur í svo margt annað, en kannski læt þetta nú duga í bili. Já, Margrét, Jóhannes benti á til dæmis líka að við stöndum nokkuð vel þegar kemur að kjötframleiðslu, eggjaframleiðslu og mjólkurframleiðslu, en það skortir þó nokkuð upp á þegar kemur að grænmetis- og kornframleiðslu. Hver svona þín sýn á þetta? Þetta eitthvað sem við að vera einblína meira á bæði stjórnvöld og bændasamtök? Getum við gert betur þarna? Já, í fyrsta lagi myndi ég segja að það væri mjög fróðlegt að taka saman upplýsingar hvernig staðan í dag. Núna einungis 5 árum síðar, þá sauðfjárræktin farin niður 20–25% og önnur kjötframleiðsla hefur staðið í stað. Það var og eggjaskortur í landinu, þannig ég held að við séum að sjá í dag einungis 5 árum síðar allt aðra mynd heldur en við sjáum hér, en að því sögðu þá held ég við stöndum ágætlega, en það væri fróðlegt að kíkja á þetta eftir. Varðandi grænmeti, þá erum við að horfa núna fram á frekar erfiða stöðu þegar kemur að raforkunni. Garðyrkjubændur eru mjög uggandi. Það hefur verið stefna stjórnvalda til fjölmargra ára að auka við grænmetisframleiðslu, en það einhvern veginn, þetta í orði en fylgir illa á borði, og þar hafa núverandi stjórnvöld tala fyrir því að fara í frekar aðgerðir og styðja betur við þessa framleiðslu, en við vitum enn þann dag í dag ekki hvað það verður, en það þarf að hlúa mjög vel að þeirri grein, en það má heldur ekki gleyma hinum greinunum. Við verðum að reyna að halda í það sem við höfum, og ég tek undir það sem Jóhannes kom inn á áðan, að við eigum að einblína á sérstaklega á þær afurðir sem við getum verið að framleiða hér. Það að segja landbúnaðarafurðir frá grasbítum og einmitt garðyrkjunni, og nota þá kosti sem við höfum, að einblína fyrst á þann hluta. Kannski bara í framhaldi af þeirri spurningu, eru starfskjör bænda sem eru nú því miður alltaf í umræðunni, og því miður að því segi vegna þess að þau þykja ekki nógu góð. Það kannski eitt helsta ágefnið og það sem einfaldast væri að reyna að leysa? Já, algjörlega. Algjörlega. Ég held að það sé til mikils að vinna að bæta afkomu bænda. Ég meina, ef afkoman óviðunandi, þá hrökklast fólk úr greininni, það segir sig sjálft. Það hafa verið gerðar
tillögur að því eða svona, menn hafa sett hér lög sem á nú að taka úr gildi aftur þar sem að verið að veita heimild til hagræðingar til þess einfaldlega að skapa svigrúm til þess að greiða bændum hærra verð. Við vitum ekkert hvað framundan í þessum málum. Það búið að segja að það að kippa þessari heimild til hagræðingar úr gildi núna en það eigi svo eitthvað frumvarp að koma í haust sem eigi svo aftur að veita einhverjar heimildir til hagræðingar með sama markmiði að reyna að auka svigrúm til þess að hækka afurðaverð til bænda. Þannig að þetta svona að því að það var komið inn að Torfi kom inn að áðan hérna varðandi svona kannski pólitíska óvissu. Þetta hafi verið hjá Torfa. Pólitísk óvissa gríðarlega erfið fyrir grein eins og landbúnaðinn þar sem framleiðsluferðnar eru langir. Hugmyndin að því að búa til nautasteikin ykkar kviknar 3 árum áður. Þannig að það ekki hægt að bregðast við, það eitt leyft og svo 2 mánuðum síðar tekin fullkomin uppeyja. Þetta eiginlega ekki bjóðandi. Torfi, þú fórst aðeins yfir svona stöðuna erlendis og þú veltir upp gríðarlega krítiskum þáttum sem eru þessi krítisku innviðir okkar, olía, rafmagn og svo framvegis. Bara samanburðurum við önnur lönd. Nú erum við eftir allt eyja út í Norður-Atlantshafi og algjörlega háflugsamgöngum og skipasamgöngum. Hvernig stöndum við svona í samanburði við þau lönd sem við viljum bera okkur saman við? Já, eins og ég kom inn á þá erum við fyrsta lagi dálítið mikið ólík og eitt af því sem mér hefur fundist mikilvægt að skilja í tengslum við fæðuöryggi, það að hvert samfélag, orðað bara þannig, það svolítið að finna sína leið út frá því hvar maður stendur og skilgreina sína styrkleika og sína veikleika. Við erum með ákveðna styrkleika, klárlega. Við erum með allan að fisk, við erum með, þannig séð, við erum mikið af flugi en það fer allt inn á einn stað. Við erum vissulega ekki með járnbrautir eða veg til okkar en það ekki það eina sem skiptir máli. Við erum með eins og kom inn á býsna öruggar siglingarleiðir til og frá landinu. Þó það sé land, þá skiptir það kannski alveg öllu máli. Hins vegar orkuöryggi okkar held ég að sé eitthvað sem við vanmetum oft. Við framleiðum eiginlega ekkert sem við getum brennt. Ekki bíógas, ekki lífeldsneyti, ekki við, þannig að ekki náttúrulega olíu eða kol. Það ekkert mörg lönd í þeirri stöðu. Þannig að öll okkar innlenda orka raforka í kerfi sem er lokað. Þið hörðu kannski fréttum nú nýlega að baltnesku löndin 3 þau voru að frátengja sig rússneska raforkukerfinu. Þau höfðu ekki keypt raforku frá Rússlandi síðustu 3 árin, en þau voru samt tengd því út af sveiflujöfnun í kerfinu. Ég veit ekki nákvæmlega tæknina bak við það, en það var eitthvað í því, þannig að þau þurftu að tengja sig inn á evrópska kerfið. Og ég veit ekki hvernig við gerum það hér á landi, en ég leið mér að efast að eitt af því sem var með þarna var rafmagnsleysi. Ég bara leitaði á vef RÚV að rafmagnsleysi og það kom upp held ég 8 eða 10 fréttir síðan í nóvember. Raforkukerfið okkar, flutningskerfið lélegt og hringtenginga vantar og ég ekki viss að við myndum þola að Búrfellsvirkjun myndi detta út. Og þá bara anskoti kalt. Af því að það svo bara 30 vegna olíubirgði til. Þannig að orkulega held ég við séum aftalega á meirinni. Og almennt í svona varnarmálum held ég að við stöndum ekkert óskaplega vel. Við höfum svolítið outsourcað öllu sem heitir varnarmál og það eitthvað sem við sjáum mikið gerast núna í Norðurlöndunum. Við erum ekki eina þjóðir, við sjáum bara hvað Danir eru nú að peysa upp um sig en það eitthvað sem við sjáum að þjóðir eru í vaxandi mæli núna að horfa á sínar samfélagslegu varnir og hvað getur gerst. Þannig það myndi vera það sem ég myndi ganga. Já, takk. Ólafur, ég hjó eftir því að svona flestar þjóðir, það mismunandi hvað það hérna, reiða sig á, það voru ekki eistar sem voru uppteknir af kaffinu. Ég reyndi að fagna því mjög, það ljótt að það allt kaffilöst hérna í daginn.
En það var nú merkt þarna við hveiti hjá flestum þjóðunum, hjó ég eftir. Hvernig slær það því svona, nú er birgðahald á hveiti á Íslandi raun og að minnka, við erum að loka einu hveitumyllu landsins, svona leið þú ert að klára þessa vinnu með þínum félögum? Ég held að, já, eins og bara við þurfum bara að byrja upp á nýtt. Ég meina það er náttúrulega ákveðnar forsendur þegar við erum að vinna svona vinnu þar sem við treystum á að innviðirnir séu til staðar. En leið og eitthvað brestur eða eitthvað dettur úr keðjunni sem við treystum á, þá náttúrulega kemur upp allt önnur sviðsmynd. Það er geyma valsakorn í staðinn fyrir bara korn sem er bara flutt inn og hefur langt geymsluþol. Þetta hefur líka áhrif á matvælaöryggi. Þannig að þetta er, ég meina, engin keðja sterkar en veikasti leggurinn og ef við tökum, allir eru með hveiti eða einhvers konar kornmeti og þetta hefur náttúrulega áhrif á alla svona vinnu. Akkurat. Ég held að sé mjög passlegt núna að ég sé ekki innráður í að spyrja þau spurningana og við opnum spurningar úr sal. Við höfum svona 10 mínútur korter fyrir spurningar og það er strax komin hönd á loft og ég held að þetta sé nú ekki það stór salur kannski að við þurfum mikrofón. Góðan daginn og takk fyrir góðan fund. Ég heiti Berglind og er bóndi á Hrafnagili. Hérna er hluti af fæðuöryggi skilgreint sem eigin framleiðsla og land til landbúnaðarnota. Í mínum huga hvernig það fer fram í hverju landi er það stjórnvöld og stefnur þeirra. Í viðtali fyrir nokkrum misserum segir Daðinn að eitt vandamál okkar hefur verið að við höfum ekki getað lagt mat á hvort aðgerðir eins og tollvernd sé góðar eða vondar því við höfum ekki haft þennan landbúnaðarstefnu. Þannig ég er að velta þetta fyrir mér. Þær þjóðir sem ná góðu skori í fæðuöryggi er áþreifanlegur munur á milli þeirra hvað varðar landbúnaðarstefnu stjórnvalda eftir hvernig það skorast og þar með talin tollvernd, byggðastefna og svo framvegis, eða er frekar ósjáanlegur samnefnari meðal þjóða sem ná einhverju miðjumóði í mælanlegum árangri. Er spurningunni beint til einhvers ákveðins? Eða er boltinn? Já, Jóhannes. Já, ég get alveg prófa að spyrja á hann og það er auðvitað eitt af því sem er mitt lagt mat á og ég verð að viðurkenna það. Ég var pínu ósammála Global Food Security Index í sumu. Það eru alltaf tvær hliðar á öllum málum en þá voru til dæmis Noregur fór lægra í þessu sem að varðar aðgengi af því að það var í rauninni tolllöndin var öðruvísi þar. En hún er það af því að Noregur er að flytja út fisk. Þannig að það er líka sem sagt hvað að segja já, svo ég skýri það nánar. Noregur er ekki í Evrópusambandinu kannski meðal annars af því að hann er að flytja út fisk og náttúrulega út af fleiru. Sama má segja Ísland. Þannig að þess vegna er þessi lönd ekki inn í þessu umhverfi. Ekki að öllu leyti. Þannig að ég meina það, ég veit ekki, er engin sérfræðingur í svona stuðningi við landbúnað nema bara ég veit það eru tvær leiðir til þess að styðja við landbúnað. Það er annars vegar með tollvernd og hins vegar með beinum stuðningi og það hvernig við blöndum þessu saman er auðvitað eitthvað sem að fólk getur haft mismunandi skoðanir á. En alltaf, ég veit ekki hvort það er tilvíðun hvernig það hefur allt orðið til, ég vona ekki, en alltaf þegar við breytum einhverju í til dæmis tollánum þá þurfum við kannski að breyta einhverju líka á móti í hinu. Þannig að það og auðvitað er ekkert verið að hræra mikið í þessu en það er eins og núna þegar að koma upp svona mál sem er að grípa til einhver aðgerða í þá spyr maður hvað á að gera á móti. Ég veit ekki hvort þetta svarar spurningunni en eitthvað sem getur bætt við? Kári, viltu bæta við? Já, ég skal bæta aðeins við, þetta er fín spurning. Ég svona þarna að eitt þriðja fjórðefsta landið á Costa Rica. Ég efast á Costa Rica sem er mjög mikla landbúnaðarstefnu en hins vegar bara land sem er svona góðsælanda mörg öðru leyti. Ég tek undir það með Jóhannes, ég held að sem er mikilvægt að horfa á tollastefnuna og stuðninginn saman.
Og við sjáum það til dæmis að ef að Ísland yrði hluti af Evrópusambandinu, eins og við sjáum það að Finnland var hluti af Evrópusambandinu, þá skipta menn út tollvernd með meiri stuðning. Og þannig spilar það saman að því leyti. Almennt þarf maður að fara varlega í of mikil einangrunarstefnu. Og þar náttúrulega Ísland þannig sé prýðilega vel sett með að vera hluti af Evrópska efnahagssvæðinu. Og ég held að það þjónar okkur mjög vel. Við höfum tollfrjálst aðgengi með okkar fisk inn á Evrópumarkað sem gríðarlega mikilvægt. Og við erum að flytja megnið okkar matvælum sem við flytjum frá, þeir flytjum frá þennan sameiginlega markaði. En það myndi ég halda að væri mikilvægt. Evrópusambandið sem heild svona nokkurn veginn með 100% sjálfsöflun, það framleiðir nokkurn veginn allt sem við nota og við erum þá kannski hluta þeim í markaði. En maður getur ekki hent út tollverndinni á þess að gera eitt staðið því að þá myndi landið svo við þá myndum við missa með mikið okkar fæðuríki. Gjörðu svo vel, viltu rétt hún á mikrofónin? Já, Árni Bragason heiti ég. Það kom út bók fyrir nokkrum árum, Eyland, Sigríður Hagalín Björnsdóttir, og ég hvet ykkur eindregið til að lesa þá bók ef það hafði ekki lesið hana, en það lokaðist landið. Ég velti fyrir mér og spurningin eru löndin í kringum okkur með neyðar áætlanir? Það að segja ef allt lokast, þá geti neyðar áætlun til dæmis gengið út á það að drepa öll svín og frysta þau vegna þess að við getum étið svínafóður og unggrísafóður alveg upplagt fyrir ung börn. Eitthvað í þessum dúr eru menn með svona áætlanir. Mjólkurframleiðslan myndi hrynja hjá okkur, hún myndi fara inn í helming. Við erum ekki með neina rannsóknir sem ganga út af það til dæmis að koma inn í, grípa inn í svona aðstæður þar sem við þyrftum að taka út kornvöruna á stórum hluta. Þetta tekið inn í svona áætlanir? Takk. Ég skal reyna að svara því. Ég held að svona áætlun sé kannski ekki til, menn hafa einmitt ekki litið á það sem raunhæfan möguleika að allt lokist mjög langan tíma. Það hefur nánast aldrei gerst að allt lokist mjög lengi. Og það hafa síðustu áratugir einkennst af opnun á mörkuðum frekar en lokunum. En vissulega geta menn nálgast þetta einhverju leyti. Nýleg norsk skýrsla frá 2023 sjömatens betydning for matsikkerhet. Þar fóru þeir yfir það hvað getum við lifað mikið af fiskinum okkar. Og þar fóru þeir líka að skoða svona árstíðarsveiflu þegar við skoða það er díoxín í fiski, hvað þolum við þar? Jú, kannski þýðir það út af díoxín að við þurfum að taka úr gildi hámarks eða lágmarks gildi fyrir díoxín til að við getum borðað meira án þess að fara yfir mörk. Og menn fóru að velta fyrir sér, jú, við getum veitt meira, við þurfum ekki endilega að vera innan aflamarka, ef okkur virkilega vantar mat þá er miklu betra þá að stunda ofveiði í eitthvað tíma og komast í gegnum nokkra ára tímabil heldur en að svelta. Þannig það var svona umræða, það er kannski það sem ég þekki sem tímast næst þessu. Það eru til neyðarsamningar á milli landa, ég veit að Finnland, Svíþjóð og Noregur hafa þannig samningar sín á milli. Mér vitanlega hefur Ísland ekki þannig samningar nema þá í gegnum NATO. En það væri eitthvað sem að ég myndi telja væri ekkert óeðlilegt fyrir stjórnvöld að vera með einhvers konar svona samninga til þrautavara með landi eins og Bretland eða Kanada. Lönd sem við svona gætum séð fyrir okkur að við gætum siglt með svolítið síld til þeirra og fengið svolítið kornið tilbaka þegar allt þrýtur. En annars eru jafnvel undir seinna stríði þá voru flutningar, þannig við þurfum að fara býsna langt tilbaka áður en við finnum eitthvað sem líkir svona algerri katastrófu. Gjörðu svo vel. Takk, Geir Guðmundsson heiti ég. Það kom hérna fram Eldrautti að tala olíu. Það var líka skrifað með stórum stöðum að tala olíu. Og nú langar mig að spyrja sérstaklega stjórnarráðið að Samgöngustofa hefur bent á það, ef við talaðum það í 16-17 ár, að íslenski bændur þeir getur rækta hér á ónotuðu ræktarlandi nægilega repju og nepju og jafnvel akurdóðuru
til þess að sko, búið til lífdísil fyrir allan fiskiskipaflotan og allar landbúnaðarvélar og fá í leiðinni sko fóður fyrir skepnur, hágæðafóður og líka draga úr CO2 losun 15% fyrir Ísland. Samt verið stjórnarráðið bara algjörlega ignorað þetta og ég veit að Landbúnaðarháskólinn hefur verið að rannsaka alla þessa ræktun, verkfræðistofan Mannvit sem heitir núna Kofi hefur líka gert skýrslur þetta, en það eins og við séum algjörlega blind fyrir því að við gætum verið að framleiða hér lífdísil og sinna okkar eigin orkuþörf fyrir matvælaöryggi og ég heyrði líka Torfi, hann kom inn á þetta, við gerum ekki neitt af þessu og ættum kannski að gera það. Þeir heyra kannski ykkur báð með þetta. Já, ég kannast við að það hefur verið rannsakað möguleikar í repjuræktun í nokkuð langan tíma. Ég þekki nú ekki í rauninni sko tölurnar á bak við það að þeir myndu skala það mjög mikið upp, en það er alveg rétt að hérna. Það eru þar möguleikar og eins og Torfi nefndi líka, þá er hér svona hlutfallslega mikið á ónotuðu landi með mörg önnur lönd. Þannig að ef að hérna, þetta dæmi gengur upp, þá hérna, held ég að það verður alveg áhugavert. Við erum, eins og frá með komið, við erum ekki með lágmarksbirgðir á olíu. Það er svona við í nágrannalöndum að það séu 90 daga birgðir á olíu almennt. Þá er verið að tala alla olíu, bara venjulega dísilolíu, flugvéla bensín og skipaolíu og allt slíkt. Við erum, það er svolítið misjafnt hjá okkur eftir í hvaða tegund það er, en við erum langt frá því í öllum tilvikum og eins og sjálfsagt mörgum hér er kunnugt en auðvitað er það líka varðandi birgðahald og varðandi olíu og allt slíkt. Allt kostar þetta peninga og það verður þá líka að verða einhver samfélagslegt þáttum að við séu tilbúnir að kosta það. Við höfum átt samtöl við hérna hagsmunaaðila inn í þessum greinum, matvælaframleiðendur, samtök iðnaðarins og fleiri og ég held að séu allir svona nokkuð tilbúnir að vinna að þessu með okkur en þetta þegar á að vera með meira birgðahald heldur en annars væri þá kostar það peninga og eðlilega vilja menn þá hérna, vita það hvaðan þeir peningar eiga að koma. Það er kannski spurning sem að ég get ekki svarað og það er meira bara stjórnvöld í heild sem þurfa að svara því en ef menn ætla að fara í stór verkefni í kringum þetta þá mun það kosta peninga og það mikla peninga. Ef spurningunni full svarað þá er... Já, endilega. Sko, mér langar aðeins að bæta við þetta, þessa pælingu, sko, því að hérna, eins og Torfi kom inn á hann, það gæti Trump í rauninni komið hérna á Kyrklandið og við erum með ákveðin Breta sem á stóran hluta landsins. Og það er eitt hugtak í viðbót við þau sem að Jóhannes kom með hérna áðan. Það er matvæla fullveldi. Það snýst það að hver er með yfirráð yfir þeim svæðum þar sem við erum til að mynda að rækta matinn. Hver á landið, hver á hafsvæðin, hver er með yfirráð yfir hafsvæðinu. Þetta er eitthvað sem að við Íslendingar erum ekki nógu góð að huga að eins og hefur bara sést og það hefur verið núna lengi í umræðinu hjá stjórnvöldum að setjast frekari reglur hvað þetta varðar og það er algjörlega nauðsynlegt. Við erum allt of opin í þessu og þetta er ekki einhver einokunarháttur eða neitt slíkt sem að einkennir þessa umræðu. Þetta er lífsnauðsynlegt. Við erum langt á eftir öðrum löndum hvað þetta varðar og sko staðan í dag er þannig að 6% af Íslandi að mig minnir er skilgreint sem ræktanlegt land. Við erum að nota 1,6%. Það eru gríðarlegt tækifæri að auka nýtingu á landinu. En þá þurfum við líka að tryggja yfirráð yfir landinu. Takk. Takk fyrir það. Erna og þú er einn í viðbót. Já. Fundarstjóri, komið þið sæl og fjölmælendur. Það er nokkur atriði sem ég langar að ávarpa hérna og að því að nú talaði um einhvern sem hefði lært í hvað í landbúnaðar, pólitík var það ekki eða eitthvað svoleiðis. Þá fór ég nú til Betrans í náms fyrir mörgum árum og skrifaði ritgerðina mína landbúnaðarpólitík og hef skrifað margar greinar og unnið þessum málum síðan. Og ég ætla bara að byrja að segja að ég er algjörlega ósammála Daða Más þegar hann lýsti því yfir og einhver vitnaði í hérna áðan að það hafi ekki verið nein landbúnaðarstefna á Íslandi. Ég er bara algjörlega ósammála. Hún er skrifuð í markviskafla búurlaga og allt það sem kemur eftir í þeim. Og þar er alveg sagt að hverju á að stefna með þeim og það er til hæstaréttardómar sem vitna í markmiðskaflan
til þess að þeim grundvelli dæmt ákveðnar aðgerðir stjórnvalda löglegar. Síðan langar mig að segja, já, eitt sem langar að varpa hérna inn. Það ákaflega skemmtilegur þáttur að byrja í sjónvarpinu á RÚV á þriðjudagskvöldum. Þar sem eru 10 Svíar sem skipt í 2 hópa og eiga að lifa í hálfa mánuð við það að rafmagnið fer allt í einu. Og þetta raunhæfur möguleiki og ekki bara rafmagnið fer, heldur innviðirnir eyðileggjast. Og þá skiptir engu máli hvort við einhverja tengingu við útveit eða getum brent gas eða neitt. Bara rafmagnið fer og allt stoppar. Þú getur ekki einu sinni borgað með peningu í búðinni því hún lokuð. Og það eru svona hluti sem þarf líka að ávarpa að mínu mati og greina því að eins og frummæleirnir hafa hér talað, þá talaðir svona oftast í aðra röndinu það er annarkvort hægt að nota rafmagn eða olíu eða bæði. En það eru svoleiðis aðstæður líka sem geta raunverulega komið upp. Þú getur ekki eins og dælt bensíninu ef að rafmagnið fer af tönkunum út á plani. Já, og síðan langar mig að bæta við, þetta er sambandi við tolla. Ég ætla að segja ykkur það. Ísland er með tolla á eitthvað milli rúmlega 20% af landbúnaðarvöru sem fluttar inn. Það er þegar tollnúmer eru talin. Það eru þessar vörur sem framleiddar hér. Restin er tollalaust. Evrópusambandið er með tolla á yfir 60%. Hitt er tollalaust. Og þeir eru með tolla á allar mjólkurvörur eins og Íslendingar. Þannig að þetta tala eitthvað opið og frelsi í viðskiptum. Þetta er oftast einhvers konar svona, eitthvað reykjarkóf yfir þessu, ef ég má segja svo. Og Evrópusambandið er þar að auki núna að bæta við aðgerðum til þess að torvelda innflutning frá löndum sem eru utan við þeirra sameiginlega heilbrigðisskoðunarsvæði sem við erum hluti af. Það er að segja, til þess að vernda sína eigin bændur. Einhvern tímann hefði þetta verið kallað tæknileg viðskiptahindrun. En þetta eru þeir að gera til þess að vernda sína framleiðslu. Takk fyrir. Takk fyrir það. Og það er pláss fyrir eina spurningu viðbót og svo förum við í kaffi. Jón Viðar var búinn að biðja orðið. Jón Hallgrímsdóttir. Ábyrgðarskortur var ræddur sem mögulegur afleiðing orsök fæðuöryggis. Það fellur náttúrulega gríðarlega mikið til af lífrænum úrgangi á Íslandi. Við fréttum nú nýlega hrossataði sem olli vandræðum og var nærri búið að drepa sporthestamennsku á Íslandi. Er það ekki rétt hjá mér að fyrir örfáum árum þá var sett á laggirnar verkefni margra stofnana, ég held að Landbúnaðarháskólinn sé í forsvari fyrir það, með söfnun lífræns úrgangs til ábyrgðargerðar. Þetta er mjög fróðlegt að heyra af því. Þetta er punkti kannski þetta hjá okkur, við skulum taka Jón Viðar því hann var búinn að biðja orðið líka og svo lokum við mælendaskrá. Já, ég ætla nú bara af því að það hefur verið að tala fæðuöryggi til framtíðar. Það er heilmikið allan heim rætt loftslagsbreytingar. Ég held að þær hafi áhrif á allt sem þið hafi verið að tala en ekki nefndar einu orði. Þarf ekki að horfa til þeirra þegar horfið til framtíðar. Takk fyrir það og ég gef boltan bara yfir á pallborðið. Hver vill grípa að svara þessum spurningum? Jóhannes, gjörðu svo vel. Já, ég ætla kannski að grípa allan að hljóðnumann, kannski ekki að svara þessu öllu leyti. Ég veit að það er rétt hjá þér, Guðrún, að það hafa verið verkefni í sambandi við nýtingu á lífrænum úrgangi. Ég er ekki svo sem að veit mest hvernig þau standa en jú, ég meina það hefur verið prófað til dæmis að safna saman kúamykju í Eyjafirði og gera hauggas og svona og það hefur aldrei verið skalað meira upp heldur en það. Í Færeyjum eru frábær svona aðstæða til þess að gera þetta úr fiskúrgangi og kúamykju, sem sagt búa til bíógas og nýta síðan áburðinn mjög vel. Þannig að við getum horft þangað og það hefur verið svolítið rætt þetta í sambandi við landeldið að það væri ýmsir möguleikar. Sambandi við loftslagsmál, það er náttúrulega Jón Viðar alltaf verið að tala loftslagsmál í öllu sem að snertir rannsóknir í landbúnaði og í sjálfsagt sjávarútvegi líka, þó við höfum kannski ekki minnst beint á það hérna. Og þá er þetta alltaf
það er alltaf sjálfbærni, það eru loftslagsmálin og það fæðuöryggi. Þetta eru svona hugtök sem er alltaf mjög mikilvæg. Ég ætla það er eitt sem ég finnst að sé mjög mikilvægt að nefna, að það er að vera að tala birgðahald og til dæmis að tryggja þessi olíubir í landinu. Það verður aldrei neitt svoleiðis nema að sé einhverjir sjálfstæðir tekjustofnar sem að standa undir því, sem að ríkið einhvern veginn ber ábyrgð á þó að semji við einkaaðila að sjá þetta. Það verður, og þetta Finnar leggja gríðarlega mikla áherslu á þetta í sínum aðgerðum öllum, að það séu sjálfstæðir tekjustofnar, hvort sem það er sérstakur skattur eða hvaða nú er. Og síðan tek ég undir með Margréti að sko yfirráð yfir auðlindunum er náttúrulega bara algjört lykilatriði fyrir fæðuöryggi í framtíðinni. Já, ég langar bara aðeins að bæta við varðandi sko loftslagsbreytingarnar, og þetta er alveg hárrétt, við kannski ekki mikið komið inn á, en það var nú einhverjum fyrirlestrinum þá var komið inn á sko náttúruhamfarir, og við erum að sjá að í stefnum sem að hin Norðurlöndin eru að gefa út, þar eru loftslagsbreytingar teknar inn sem ein af sviðsmyndunum sem menn eru að skoða. Þannig að ég held að þetta sé klárlega eitthvað sem við þurfum líka að líta til þegar við erum að mynda okkur svona stefnu í þessum málum. Það er spurning hvort það sé eitthvað litið til þessa í vinnu háskólans varðandi neyðarbirgðir, ég ætla ekki að svara fyrir það. En þetta er algjörlega hárréttur punktur. Við getum verið að horfa fram á miklar breytingar á möguleikum til ræktunar og möguleikum á nýtingu á landi, hvort sem er hérlendis eða erlendis, og þróunin þar mun auðvitað hafa áhrif á fæðu frambóð. Bakka. Jú, ég ætla bara að þakka Jóni Viðari fyrir að minnast á loftslagsbreytingar. Við getum alveg haldið þess áfram í allt kvöld. Það hefur verið svona ákveðin narratív hérna víða í Evrópu að loftslagsbreytingar þýðir hlýnun, og það þýðir það að þessi aukin tækifæri á norðurslóðum. Það sem við sjáum hins vegar að það ekkert endilega að það sé að hlýna á Íslandi, það getur alveg farið í hina áttina. Við sjáum líka að hluti af loftslagsbreytingum er súrnun sjávar sem getur haft verulega áhrif á fiskistofna og getur kannski ógnað okkar helstu fæðu auðlind, sem getur haft verulega slæma áhrif fyrir okkur. Og svo sjáum við bara í Skandinavíu og Norður-Evrópu að við erum með aukna tíðni bæði á þurrkum sem getur valdið skógareldum, sem er ekki aðalvandamálið suður frá, en líka flóðum. Skemmst að minnast flóða sem hafa verið í Suður-Evrópu, en það er líka gríðarlega alvarleg flóð í október í Pólandi, og hafa verið í Danmörku, hafa verið í Svíþjóð, hafa verið í Noregi, og mjög víða landbúnaðarland hefur skemmst, að næringarefnum hefur skólast út, að uppskera hefur eyðilagst. Þannig þetta er vissulega eitthvað sem er svolítið undirliggjandi líka þessar umræðu. Það er geopólitík, en það er líka þetta, og það er ekkert endilega þannig að allt verði bara gott að það verði hlýrra. Við erum líka að tala þurrka, við erum að tala flóð, við erum að tala storma og mögulega kólnun, mögulega breytingar í sjávarstraumum. Þannig að jú, þetta er eitthvað sem við skulum kannski pása okkur með, að við getum notað kaffitímar í það. Akkurat. Já. Kannski fáið aðeins að leggja orðið bel, sko, loftslagsbreytingar og neyðarbirgðir. Sko, það sem við þurfum náttúrulega að hugsa í því samhengi er hvaðan við erum að fá þessar vörur. Og vegna þess að við treystum mjög á alheimskerfi og fæðukerfi hinum megin á hnettinum, og kannski það sem við erum að horfa til, hvernig við munum gera það er ekki alveg á hreinu, en við munum gera okkar besta, en það er líka sem sagt vatnsskortur. Það er eitthvað sem er gífurlega mikið vandamál, og við sjáum til dæmis í löndum eins og Kína þar sem við erum að fá til dæmis stóra hluta okkar hveitiglútinu, hvort sem það er til manneldis eða í dýrafóður. Þannig að sko, það er annar vingill, og einmitt, við getum verið hérna langt fram að nótt þess vegna til að ræða þetta, sem var reynda mjög fróðlegt og skemmtilegt. Annað varandi lífræna ábyrgðin sem við erum að horfa upp á, sem mun líklega hrannast upp hérna eins og frá fiskeldi. En þar eru oft reglugerðir eða laga hérna lög sem kom í veg fyrir nýtingu
eins og til dæmis fiskeldisúrgangur eða sem sagt lífrænir hliðarstraumar úr fiskeldi. Ég held að það sé flokkað með mannasaur sem gerir það verkum það má ekki nota þetta á tún. En það sem betur fyrir rannsóknir í gangi þar sem einmitt verið að skoða lífrænar hliðarstraumar sem hægt væri að nýta í slíkt og það gæti komið í staði fyrir tilbúin áburð að einhverju leyti. Sigurður vildi fá að loka orðin. Takk fyrir það. Ég held að sé alveg rétt að við getum haldið alveg örugglega annað málþing mögulega áhrif loftslagsbreytinga á allar þessar spurningar sem við verðum að ræða hér. En þetta eru meiri sviptingar, það geti verið auðveldara að rækta eitthvað, það geta komið fleiri sníkjudýr og það geta orðið meiri sviptingar. En þannig að það er mjög fjölþætt umræða. Mér langaði bara aðeins að nefna þennan lífræna áburð, það var gerð rannsókn eins og komið fram svona hvernig ákveðin lífræn efni væri að nýtast sem áburður. Það Matís og Landbúnaðarháskólinn og fleiri komu að því. Svona helsta niðurstaðan var svo að það væri alveg til nóg af lífrænum áburðarefnum í þessum straumum sem var í sambærilegt við innfluttan tilbúin áburð. En auðvitað samsetningin gríðarlega ólík og menn þurfa ákveðin næringarefni með hvað að rækta, þannig að það getur verið heilmikil vinna þá að stilla það af eða ætti að nota það sem áburð og náttúrulega kostnaðarsamt líka. Og allt skiptir þetta máli hvort að hægt að búa til svona bærilega hagkvæmt dæmi út úr þessu öllu saman. En þessar auðlindir eru til og vonandi verður hægt að gera meir úr þeim af því að þær eru ekki að nýtast eins og þær þyrftu að nýtast. Takk fyrir það. Já, það á nóg að taka. Við getum eins og þið búið að koma fram setið hér langt fram eftir kvöldi og meira til. Ég held að væri upplagt að næsta matvælaþing væri bara helgað þessu málefni. Það verður að ræða þetta svo lengi. En við skulum formlega ljúka þessu en það eru kaffiveitingar hérna frammi og höldum endilega spjallinu áfram. En ég bara fyrir hönd hópsins þakka ykkur kærlega fyrir komuna og gaman að sjá ykkur svona mörg og við sjáumst bara vonandi ítarlegri umræðu og vonumst eftir pólitískum aðgerðum líka bara sem fyrst. Takk fyrir það. Takk sem leiðis. Takk fyrir. Sér hvað býður okkur. Það bara, kannski fáum við einhverja heyra í okkur. Skoðum mækinn. Nei, sæl vertu. Er ekki talað um kjöti? Erum við ekki að fara að heitast aftur? Er þú það? Já, þakka fyrir. Mér leiðist bara.
Já, endilega. Já. Já. En jú, ég meina, þetta er að vera umfæður vegna þess að